Komið nú sæl. Og ég heiti Konráð. Og ég ekki alkoholisti. En einu sinni drakk ég kynstrun öll á brennivíni. En það allt saman búið. Og þó ég hafi gert það einu sinni, þá kalla ég mig ekki alkohólista. Þú má gera hvað sem þú vilt. Ég ekkert í neinni uppreist við eða neitt. En þetta nú bara afstæða sem ég tók þegar ég vissi að þessu var lokið. Og ég segi, ég má það alveg. Hvað þú gerir þitt mál, alveg eins og hvað ég geri mitt mál. Og þessu verður ekkert breytt. Húan mín, hér húan mín. Þetta húa sem ég keypti vestur í Liverpool. Vestur. Það svona suðvestur af hérna Íslandi. Ekki hávestur. Og það á vesturströndinni í Englandi. Þú hefur heyrt talað Stóra-Bretland. Stóra-Bretland það sem sagt England, það Wales, það Írland og það eitthvað eitt í viðbót sem ég man ekki alveg nafnið á í svipinn. En stóra myndin Stóra-Bretland og þegar að Stóra-Bretland nefnt þá leið sleginn hringur utan þessi 4 lönd. Hve margir Bretar veit ég ekki, þeir einhverja milljónir. Þetta merkilegt land, Bretland. Og það mega eiga að þeir hafa haldið í hefðirnar. En hafa tekið sér taki, alveg rosalegu taki, hvað allan þrifnað varðar í landinu. Hérna einhvern tíma koma til Bretlands, ég reyndar hef ekki komið oft til Bretlands þegar ég var að sigla, þá sigldi ég nú oftast til Þýskalands, eitthvað 2 eða 3 til Bretlands. Og þá var svona, kannski var það nú verra einhvern tímann áður, en þá var svona lág sót yfir öllu og kolasót og hús voru oft kolarikuð og ég veit ekki hvað og svona svolítið sóðalegt hjá þeim. Og það var yndislega gaman að sjá bresku togarana sem að sá nú oft á þessum árum. Og það sem vakti manns athygli var fáninn, þeir voru alltaf með hann uppi, það var allir í tætlum. Það var bara látið vera svoleiðis. Ekki bara í tætlum, heldur högdrullugur í ónulag. Alveg þetta var svona merkið svolítið hjá Bretagreifunum. Ég held að það sé nú búið að laga það allt saman, en ég var þar sem sagt var þarna fyrir nokkrum árum. Þar var allt pússað, strókið og fínt. Og svona svolítið öðruvísi stíll á bæjum þar heldur en hér á Íslandi vegna þess að við erum svo flottir á því við Íslendinga, við erum svo sérlundaðir að við getum ómögulega verið í húsi sem eins og húsi við hliðina, við verðum að hafa þetta einhvern veginn öðru síð. En þetta sá maður ekki til að mynda í Liverpool svo mikið. Þar mátti sjá alveg heilu körfin sem voru bara með eins húsum. Múrsteinshúsum, svona rauðleitum. Þetta rangt? Ég veit ekkert það. Þetta það sem þeir vilja gera. En við aftur á móti viljum ekki að hafa þetta þannig, því að við verðum að hanna allt sjálfur. Við erum svo flottir Íslingarnir. Við þurfum alltaf að finna upp hjólið sjálf. Að nota teikningu sem að annar hefur byggt þetta, nei takk, það gerum við helst ekki. Ég veit ekki hvort að þetta sér íslenskt fyrirbrigði, en ég verð nú eiginlega svona leyfa mér að halda því fram, þetta sé nú svolítið sérstakt og mikið sér íslenskt,
Ég man eftir í Danmörku, við vorum þar nú oft hérna í árum áður, þú varst í Norðursjónum, áttir eitthvað bjór og hissaskrá. Þá var það sama þar að hús voru eiginlega meira og minna öll eins. Það voru yfirleitt oftast nær einbýlishús eða tvíbýlishús. Já, á þeim tíma, ég veit ekki hvernig þetta er í dag, var nú svolítið blokkir. En ekkert svona, bara ég veit ekki hvort það var ein teikning til á húsi og svo var bara byggt eftir því. Allavega var þetta allt saman meira og minna eins. En við viljum ekkert svoleiðis á Íslandi. Við förum til arkitekts. Og hann, ég hef ekki mála að teikna verið hús. Svo byrjar hann að teikna. Og við förum yfir það, getum við ekki aðeins breytið þessu hérna. Já, ok, hann breytir í svona. Og svo kemur upp hús sem eiginlega aldeilis ekkert líkt öðrum húsum í hverfinu. Annars hefur þetta nú reyndar breyst. En hérna þegar maður var ungur maður og krakki, þá bara, það var ekkert hús eins. Þeir eru svo flottir Íslendingarnir. Það var margt breyst á Íslandi. Þegar ég var krakki, í Hafnarfirði sem ég oft talaði þá var það mjög algengt að hús á Íslandi væru illa hirt. Það var ekki gott viðhald á húsum. Þetta sést reyndar ekki lengur. Ég held nú bara hreinlega að það hafi verið sett lögum ákveðnar umgengnisreglur við hús sem hefur verið alveg haldið. Og það var ekki þannig á þessum árum. Gluggar, þeir voru farnar að húna svolítið og við heima gerðum það bara sjálf. Við vorum að klastri í þetta, hvað heitir þetta, spasli og svo máluði yfir það og svo náttúrulega var það ljótt því að spaslið sprakk vanlega, það var lítið gagnið því sem við gerðum glugga. En þetta gerðum við og fengum svona útlitið þokkalegt. Það var ekki löngu seinna, það var reyndar þegar við búum í þessu húsi, þá var húsið haugur ryðgað, þetta var bárjárshús og ennþá. Og það nú kannski verið, hvenær ætlaði að verið málað. Fyrstu árin sem við erum þarna, þá þetta bara haugur ryðgamaður og gata og járni og bara ryðgöt og járni hingað og þangað út allt og það var þarna og svo sem sagði enginn neitt til því. En það lag nú aldrei neitt. Nei, það lag nú aldrei neitt. Þakið var ekki kannski svo slæmt. Ég man aldrei eftir neinu leka en viðhald var ekki gott. Kostaði peninga að hafa viðhald og þess vegna var ekki farið í það. Þetta var svona að kostnaði og eftir að kostnaði kom, þá bara snérum við þessu undan. Hvað segir þér, hvað þannig? Þetta allt í þessu fína lagi maður, þetta alltaf verið svona. Við höfum þetta bara svona áfram. Þannig það beið síns tíma. En svo komu vaskir bæjarstarfsmenn, þetta var bæjarhús, hús sem bærin átti. Það fyrir 70, 68 líklega, 1968. Þá koma vaskir menn nokkrir með kúben og fjarlæga járnið, setja nýja glugga í á suðurlið og á austurlið eða ekki. Það svo 8 veldur þarna efnaðarið. Segjum það bara. Og þeir voru ekki alveg eins og gömlu gluggarnir. Þannig eftir það var húsið með 2 konar gluggum. Þetta þóttu svona nýtísku gluggar. Hitt voru fratgluggar, svona krossgluggar. Ding, ding, maður stættir heim. Opnalega fæi var hérna öðrum megin uppi. Svo voru 2 rúður með staf og milli niðri og svo lítil rúða við hliðin opnalega fæinum. Þetta var svona þessi klassísku gluggar. Hétu það ekki krossgluggar.
sem sagt á þessum tveim hliðum voru setti 9 gluggar bæði upp og niður, þetta var 2 hæða hús. Þeir voru allt öðru sig. Ég hugsa að þetta fengist nú ekki samþykkt í dag. Og þetta hús er ennþá þannig. Og þessi gluggar, þessi krossgluggar, það hlýtur nú að vera búið að skipta þá, en þeir hafa haldist, þeir hafa látið eins glugga í. Það var nú kannski, þetta er orðið svo gamalt hús, ég held að það sé byggt í 1911, eitthvað svoleiðis. Þá er þetta sennilega orðið bara friða dæmi eitthvað. Og ef það er búið að friða dæmið, þá eiginlega verður að halda upprunalegu útliti á því og mér finnst það mjög gott. Og það með Hafnfirðingar eiga að þeir hafa varðveitt elsta hluta bæjarins bara eins og hann var í upphafi. Þannig að þú gengur gamla hverfið, Vesturbæinn og frá svo læknum, við vorum alltaf það, við fórum aldrei yfir lækinn Vesturbæingarnir, þið muni eftir því, og Suðurbæingarnir komu þarna nóttu til og stálu dúfum. Það voru svona pörupeltar. Einn og einn svona læddist reyndar, Vesturbæing læddist þarna yfir og kannski gerði sama, það var náttúrulega, maður safnar ekki skuldum þegar borgunin er við hendi, en þú veist það, ekki manni nú reynda hvort að ég hafi einhvern veginn stólið dúfum, ég man það bara ekki. En það var stólið frá mér dúfum og ég mæti til að gefa mínum yndislugu dúfum, óðalega eru það eitthvað fáar í dag. Það voru skildar eftir eitthvað 3 og 4. Og það var nú skemmtileg að sá á bak við það. Það er svona smá kúnst við þessar dúfur. Þeim er í sjálfu sér alveg sama hvað þær eru, bara þær fá fóður. En hann greið sem að gera þetta, ég veit ekki hver þetta er og mér var það ekkert það. Hann hefur sleppt og fljótt út. Og hvað gerir dúa? Jú, hún flýgur beint heim. Svo allt í einu, maður er bara skafla dúum að koma. Þá skiluðu það sér allar bara 3-4 dögum setna. Yfir til mín, þannig að tjóni verði ekkert. Þannig að næstur úr stelu dúum, þá mundu að hafa þær í búrinu í missustu hálfan mánuð og þá verður það búr þeirra heimili. Og þá sleppur þeim og þær skila sér aftur í hús. Svona dúur. En við erum auðvitað að við erum Hafnfirðingar, við erum úr einu í annað, það eru siður okkar Hafnfirðinga og við erum ekkert að bregðast í kallin eitt. Við vorum áðan út í Bretlandi, eða ekki, jú. Fyrir kannski þangað aftur. Ég skoðaði í Bítlabæinn, alveg svoleiðis galvaskur allt, myndaði. Einu sinni þegar ég ætlaði að fara í Bítlasafnið, þá mátti enginn fara þar inn. Og gettu. Það var einhver sprengjuhótun, einhver glæpamaður sem að hótaði. En það var bara hótun, það var bara einhver bara kjáni sem að gera þetta. En þeir eru varkárir og við erum varkárt fólk og þetta var nú á þeim tíma var nú eitthvað svona þvælu hingað og þangað. Og ég og allir hinir verðum að vera fyrir utan og bíða af okkur veðrið. Í hæfilegri fjallað. Ég með mína yndislega góðu ensku, sem er engin. Ég fór í búð eða og spurði, hvað er maður að snakka? Mátti ekki koma inn. Ég skildi ekki hvað hann var að segja og ég ætlaði bara inn. Það mátti ekki fara inn, sagði hann. Er eitthvað að? Þá fór hann að reyna að útskýra það, einmitt. Ég vissi ekki hvað það vorum að vera. Og svo, svo fór ég nú að gruna að vera nú ekki allt saman eins og átt að vera, þannig ég bara beið. Og svo var hringt og við gátum farið að skoða Bílasafnið. Og þá var ég búinn að koma þetta deginum áður. Og myndaði og ljósmyndaði og svo ætlaði að koma daginn eftir, einmitt þegar þetta gerðist, og taka myndir inni, kvikmyndir, en þá mætti ég ekki að það.
Ég var búin að fá fréttir af því að ég mátti ekki fara með myndavélina, kvikmyndavélina, ég mátti ljósmynda. Og ég kem inn og kaupi aðgang, ykkur penni, þetta kostaði hann ekki mikið, og mér er eitt headphone og mér er sagt að þarna sé nú æðislega flott lýsing á öllu sem er inni. Ég sagði nei takk, ég skil ekki ensku. Viltu nú samt ekki fá headphone, þau hjálpaður örugglega og svona áttaði á ykkur. Nei takk, sagði ég. En svona hefði ábyggilega verið allt í lagi að hafa þau því að þó maður sé nú ekki mikill ensku maður þá getur maður kannski eitthvað aðeins því að maður náttúrulega þekkir þessa Bítlasögu alveg þokkalega vel. Þannig hún hefði kannski hjálpað mér en ég gerði það ekki. Ég fór nú held ég 2 sinnum að inn og ég neitaði alltaf að taka headphoneið. Svona eru við Hafnfirðingar, þversum. Enda vorum við að tala einnig upp af byggingalistina. Þar eru við svolítið þversum. Og þessi er svolítið þversum stundum. Og hann er samt ég nokkuð uppréttur svona og kikur, ekki? Ójú. Þetta er nú bara svona garnitúr sem ég er í. Bara til að þú sjáir feitan kallinn. Já, ég er nú lagt af. Ég er nú ekki eins feitur og ég var. Það er ekki rétt til þér. En hún var náttúrulega á móti. Hún er John Lennon. Held að hans er uppáhaldsmaðurinn að þessu. Ég man ekki hvort ég var búin að segja það. Það bara segja það aftur. Þú sást náttúrulega Hard Day's Night. Kannski ert þú einstaklingur sem sást hana, hvað var ekki, 62 eða 72 72 skipti, skiptir ekki máli. En einn gerði það, sá það svo ofta, hann fekk síðustu sýninguna sem hann fór á frítt. Ég held að svo hætt að sýna Hard Day's Night. Til lét hann borga í öll þessi tuga skipta og svo gáfuður honum svona í miskunn sinni að því að þeir voru hvort þeir að fara hætta með sýninguna. Hann mætti alltaf. Stundvíslega klukkan 8 eða 7, 7 eða 9 mann ekki hvernig það var, hann mætti vinnurinn. Og komst þér viki í blöðin. Ég held að mér sé til mynda honum. Þetta er alveg kallar. Ég sá Hard Day's Night, en þá var hún í Bæjarbjó. Hún kom þangað og við fengum svona bítlaöskur þar inn í sal og ég allavega stappaði niður löppunum, ég held ég nú ekkert öskra, ekki mann í það. Var eitthvað að stappa niður löppunum, en það var mjög algengt að krakkar stöppuðu niður löppunum í Bæjarbjó. Það var svo mikið spenningur í kringum Roy Rogers, við fórum alltaf á hann og sundum. Þegar hann var alltaf að bóa, að við alveg öskurum og eftum og stöppuðu niður löppunum þegar Roy var að elta stuð á. Við vildum sjá hann handsama þá og það klikkaði aldrei. Þú manst náttúrulega ekki þetta Roy, Trigger maður, Cookie og alla þess að kalla. Þetta voru alvöru menn. Svona var þetta þá. Og í þessari mynd kemur nú fram þessi fallega húa, Lennons. Hvað er ég búin að eiga hana lengi? 1-2 ár, 1 ár, 1,5 ár. Mér langaði alltaf í svona húu. Svo fór ég þarna á heimasíðu Strawberry Fields garðisins. Strawberry Fields var munaðarleysingahæli í Liverpool sem að munaðarlaus börn fengu afdrep í. Og John Lennon blessaður var svona sniglast í kringu þetta hæli. Hann var náttúrulega bara barn þá og stalstundu til þess að fara yfir garðinn, yfir tré eftir tré og leika sig með krökkunni. Ég held nú að nú verið reglan að ef að komst upp þá var drengnum vísað út fyrir. Ég held að enginn mátt vera þarna nema með leyfi fullorðina. Og ég skil það vel því að það þurfti náttúrulega að venda þessi blessuðu börn. Við veitum hvernig krakkar eru, þeir fara nú ekki alltaf eftir reglum og krakkar eru bara krakkar og þannig krakki, ég ætla að leika mér við hann. Og þeir gerðu það víst. En húan sem sagt er bara eftirprentun af húunni sem að Lennon var með, til að mynda í myndinni og ég man ekki eftir að sé hann með hana annar staðar. Hann var allavega í þessar Hard Day's Night mynd, næstur úr sér Hard Day's Night,
og þá líka sérðu þessa húfu. Og nú var hann Konni litli komið með hana, sömu húfu. Mjög fín húfa, þetta er leðurhúfa, hún kostaði reyndar svolítið mikið, en það var nú svo sem ástæði fyrir því að hún var leið svona styrtar gjöf. En hvað erum við búin að tala lengi, gamlu mennir? Viltu eina fræðasögu, já? Ég held ég slepp henni núna. Einhver átakasögu. Við sleppum henni núna, við segjum bara 2 næst, ekki? En þá er bara að kveðja og þakka fyrir sig og segja áfram líf.